Nú skulum við halda áfram með ákveður í tvívídd sem voru með í síðasta fyrirlestri og við svona eitthvað undirliggjandi réttin hnitakerfi og síðan og hér og svo eitthvað punkt A og punkt B svona og við mynduðum stöðuvíra. Þetta OA og hérna höfum við OB og við ætlum að nota lágstafi með örfur ofan til styttingar. Þetta hér litla a þá stöðuvír punktsins A og litla b þá stöðuvír punktsins B. Og svo höfum við samlagningarreglur. Ef við tökum bara færslu frá A, tökum færsluna B og B í hlutverki færsluvíurs. Hann byrjar ekki í O, hann byrjar í A. Svona gátum við myndað nýja vígur sem heitir bara A plus B. Þetta hérna jú A. Þannig að þessi heitir A plus B. Og alveg sama hátt, ef við byrjum hérna í B og færum okkur, hérna færsluvígurinn, hérna A, þannig að hann byrjar núna í B og endar þá í mýrunum A plus B. Þetta náttúrulega vígurinn B. Við byrjum á að fara A, svo leggjum við sporðinn á B í endapunktin á A, þá fáum við vígurinn A plus B og svo nákvæmlega sama. Við endum á þennan stað ef við byrjum með B og leggjum svo færsluna A við. Allt í fínu. Við sáum þá líka að ef við skilgreinum þennan vígur, hann heitir AB, færslan frá A til B og hann OB mínus OA eða bara B mínus A. Við varum aðeins að athuga hvort þetta gangi allt saman upp. Það að segja ef við byrjum hér í A og leggjum færsluvígurinn AB við, kemur það ekki út B. Við bara prófum. Ef við segjum A plus færsluvígurinn AB og hvað AB? Byrjuðum með A og í staðinn fyrir færsluvígurinn AB getum við skrifað vígurinn B mínus vígurinn A. Þetta bara til þess að sýna í hvaða röð við gerum þetta. Að bregða sviganum. Nú skulum við bara taka svigana, það engin mínus þetta fyrir framan. Og svo sjáum við að hérna höfum við A plus mínus A, það núllvígurinn plus B og núllvígurinn plus B B. Svoleiðis að A plus AB B. Við skrifum bara nýju þessu með A plus færslan frá A til B B. Nú hvað verður þá færslan AB að vera? Hún verður að vera mismunur, vígra mismunur, B og A, sé B á undan. Það að segja, færslan frá A til B þá B mínus A. Fíntir, bara að skoða. Ef ég hefði nú snúið örunni í hináttina, færi frá B til A, þá fengjum við að BA, færsluvígurinn væri litla A mínus litla B. Þá rifjum við upp aðeins orðfæri að við skilgreindum aðgerðina det eða determinant, setja kannski hérna þess að sjá allt, að ef við segjum að ákveðan af vígrunum A og B, þetta styttara táknmál fyrir skráin og liði vígursins, setjum það í fylki. Vígurinn A hefur liðin A1, A2, B1, B2. Samkvæmt því sem við fengum út, þá var þetta að vera þessi kross A1, B2, A2, B1. Nei, þetta A1, B2 mínus A2, B1. Og hreinlega út frá krossinum, þá leyfum við okkur að skrifa A kross B að það þýði það sama og det vígurinn A og vígurinn B. Og svo vorum við líka búin að sjá að
að ef við víxlum röðinni, setjum B á undan og A á eftir, þá fáum við mínus A kross B. Við höfum þessa ágætu reglu sem sagt að A kross B er sama og mínus, það setja sviga fyrst, B kross A. Og svo vitum við að við höfum að hugsa þetta svona, B kross A er reyndar að tala, að því við erum í tvívídd, en þegar við vitum af því, getum við bara fellt hann. Í okkar huga er svíi alltaf þarna, þessi tala sem er þarna inni reiknast alveg sér. Og nú er þetta fyrir, þannig að sönnunin á þessu er alls ekkert flókin, en hún skiptir máli. Við sáum allavega að A kross B er þessi hérna stærð. A1, B2 mínus A2, B1. Ef við skrifum B kross A, hvað erum við þá að reikna? Við erum að reikna ákveðuna, það er B1, B2, A1, B2 og svo myndum við krossin, það er meginhornalínan mínus margveldi stakkan á hinni hornalínunni, A2, hér, A2 og við fáum þá B1, A2 mínus B2, A1, B2, A1 og ef við tökum nú bara mínus út fyrir sviga, þá höfum við A1, B2, A1, B2, passar, og þá þurfum við að setja mínus á þetta hér, því að mínus er plús, og skrifum þá bara A2 undan, A2, B1, en þetta er nákvæmlega þessi stærð hér sem er inn í sviganum. Þetta er mínus þá A kross B, við horfum þá hér, svo er hér jafnaðarmerki alls staðar, við erum búin að sanna þessa reglu. Hvað er þetta A kross B eða ákveðan af A og B? Það skiptir máli hvað röð ég segi hlutinu núna, ákveða A og B er ekki sama og ákveða við hérna B og A, það er mínus í formerki sem munar. Þetta var flatarmál samsíðungsins sem vírættin spanna. Það er að segja að stilla upp þessari formúlu með þennan á undan og þennan á eftir gefur þá jákvætt flatarmál af því að við erum að fara í jákvæða stefnu, þessi hérna kemur á undan og kannski getum við bara að hugsa okkur sem svo, já hann er þá að leggjast á þennan í einhverju skilningi, hann sópar upp einhverjum flek sem að stærðfræðin skilar. Ef við setjum þennan á undan og þennan á eftir og svo látum við hugsa sem svo að þessi sópi þá upp einhverjum fletis, hann hefur neikvætt formerki með við hinn. Allt í lagi, þá höfum við þetta. Og svo getur ágætt að setja inn tölur til þess að átta sig. Við höfum hér kannski þægilega vera. Og segja hérna sé bara 2, það er hérna og 1 hér, 2 og 3. Við getum það bara á þennan, þetta er þá punkturinn 2,1 og þetta kannski 1,3 og svo drögum við stöðuveruna. Þetta er þá litla A og þetta er litla B og þegar við reiknum út A kross B þá erum við að reikna út flatarmál samsíðungsins sem að þessi tveir vírar spanna. Svona. Við skulum þá reikna það út A krossömmur B og það er létt að stilla bara fylkinu. Við fáum þá OA sem er 2, 1 og OB eða litla B sem er þá 1, 3. Fyrst við erum að fara í þessa átt þá eigum við að fá þetta í ákvæmt flatarmál og reiknum þá bara út, myndum krossin 2 sinnum 3, skrifa þetta bara allt upp, 2 sinnum 3 og mínus 1 sinnum 1, mínus 1 sinnum 1. Þetta er þá 6
mínus 1, þetta er 5. Þannig að þessi flötur hér eru þá sama og 5 einingaferningar. Sem sagt 5 svona stykkið, 1 hér, 1 hér. En ef að við kynnum ekki þessa reglu, þá myndum við nú reikna þetta einhvern veginn svona, búa til réttinda þríhyrninga. Hérna, við tekið þennan, við tekið þennan og svo myndum við og kannski svona. Það sé kannski grunnlína hér og þessi hæð, það er að gefa okkur þetta flatarmál. Við sjáum að það er svolítið snúið, en allt í lagi. Við komum staði eftir smá stund að þetta er kannski ekki ýkja mikið mál. Þetta er að minnstu kosti þægileg regla. Og það er fljótt séð að ef við víkslum hér bara röðinni á þessum tveimur, setjum þennan á undan inn í fylkið og þennan á eftir, þá fáum við -5. Þetta var engin sérstök kunst að því við vorum komin með þessa ágætu ákveðuformúlu, gátum bara nota hana beint. Og vígræknir sem við vorum með voru stöðuvírar, hún var hönnuð fyrir þá. En hvað ef við erum ekki með stöðuvíra, við erum með færsluvíra? Það er að segja að við erum bara með einhverja punkta A, B og C og við skulum segja að við viljum reyna að nota þess að getur formúlu þess að reikna út þetta hérna flatarmál. Og ef við stillum þessu upp svona, förum frá A til B og síðan frá A til C, þá er vígrarnir AB, AC, vígrarnir sem spanna þennan samsíðung hérna. Þannig að við notum ákveðureikninga og þeir ganga upp líka þegar við erum með ekki úa lengur, við erum ekki með stöðuvír, heldur færsluvíra, að við viljum allavega koma að staði hvort við getum fundið góða formúlu og ákveð formúlun á þann. Þannig að ég hef ákveðið að reikna, þess að fá jákvæða tölu, þá ætla ég að sópa, ég hugsa þetta svona, eða kannski svona, að sópa þessum vígri, eða að þessum svona. Og þá höfum við vígurinn AB kross AC. Við viljum að hann gefi sem sagt flatarmál þessa samsíðungs. En ég hugsa þetta nú aðeins öðruvísi. Nú voru þetta bara einhverjir 3 punktar. Hvað ef að ég myndi velja þennan hérna, B, sem nýjan uppáspunkt og smíða þessa færsluvíra? Þá er ég að búa til í rauninni þennan samsíðung. Það er að segja að þessi vírar hér, BA og BC, þeir spanna þennan samsíðung. Er þetta það sama? Er þetta sama? Og segjum núna að ég hafi þennan BC, og það var í þessa, þannig að skrifa BC á undan, kross BA. Hvað ef ég hef CA kross CB? Er þetta allt það sama? Ég verði að skrifa CA á undan. Það verður ákveðlega gott ef svo væri og einhvern veginn finnum við leið til að komast að því. Þetta getum við sett inn allar tölunar. AB er færsluvígurinn. Hann er B1 mínus A1 og B2 mínus A2 og síðan AC, það verður þá C1 mínus A1 og C2 mínus A2. Og fljótt á litið þá þarf ég að stilla þessu upp í öllum 3 tilvikum, margfalda upp úr eða krossfalda upp úr og aðtók að koma alltaf sama talan út. Þá er ég heldur ekki að nota góðu formúluna sem ég með fyrst.
En ég ætla að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Fyrst ætla ég bara að einbeita mér að flatarmáli og þetta hérna er flatarmáli sem ég langar að reikna. Helmingin af þessari ákveðu. Það verður þá líka helmingun af þessari ákveðu, þetta er alltaf sama. Og ég ætla að gera þetta á annan hátt núna. Ég ætla að hafa O með og því að þetta veit ég að er örugt. Ef ég reikna OC og OA þá er ég bara að nota formúluna sem að var búið að smíða. Þetta er þá víkurinn A. Það er eins og ég núna eftir réttu formi. Héðan, þessi og þessi tveir séu undan á eftir. Það er rétt áttunin. Það ætti að gefa mig þetta flatarmál. Sem sagt C kross A. Svo ef ég reikna A og tek þennan stöðuvegur og reikna A kross B, þá ég fá út þetta flatarmál. Þetta er kannski of mikið, þannig ég þarf að draga þetta flatarmál frá, bara klippi það burt. Og það er ekkert erfitt, það er bara mínus C kross B, að skrifa nafni á hann. Það er þá hugmyndin að þetta hérna flatarmál, og passa mér nú alltaf að fara sem sagt öfugan sólargang, það er rétt í ákveð stærðfræðileg stefna, en þá ætti ég að fá út formúluna fyrir þíninu. Mér nota bara hina frekar. Við skulum bara reikna. Ég veit allavega að það væri ákveðlega gott ef við skoðum til þess bara þetta hérna efsta. Ef AB kross AC væri í alvörunni sem að þessi tveir spanna og það er C kross A og síðan A kross B og svo þarf ég að draga frá C kross B, draga frá C kross B, en mínus C kross B, og því þetta er andsamhvert, er pluss B kross C. Svona, já. Ég skrifa það þá kannski frekar. Pluss B kross C. Þannig að þessi hérna, það er að taka þennan að þessum, þess átt. A kross B, það væri að færa þennan, sópa honum hingað. En B kross C, það er þá að, já, stróka út. Jú, þetta passar, það ætti þá að skilja þetta eftir. Þannig að þetta vil ég að verða það sama. Það er nú eiginlega fljótreiknað. Við bara aðgóta þetta gefi þessa niðurstöðu. Þannig ég ætla bara að margfalda, krossmargfalda hér upp úr og aðgóta hvort ég fá þetta. Og þá prófið. Hvað er? Færslan frá A til B, krossa við færsluna frá A til C. Og það er þessi ákveða. Kannski ég skrifa þetta bara aðeins upp styttra. B1, A1, allt saman margfalda við C2 mínus A2, svona. Þetta er þá B1 mínus A1 og hér C2 A2 mínus í formúlu B2 mínus A2 sinnum C1 mínus A1. Margfalda upp úr. Það er B1 C2 B1 C2 og svo B1 A2 mínus B1 A2 og mínus A1 C2 mínus A1 C2 og það er svo og einn eftir þessi hérna. A1 A2 mínus og mínus, þannig er í pluss A1
A2 mínus á allt hitt, B2 C1 B2 A1 í mínus mínus A2 C1 og lokum A2 A1. Og við sjáum strax að hérna styttist eitthvað út. Byrjum þá kannski að veiða C-inn. Eigum við plus C1 A2. Já, hann er hér. Nú kannski bara að merkja. Þessi er þá kominn. C1 A2. Ég verð að finna þetta er hann, C2 A1, merkjum hann, þessu kominn. Þetta er nefnilega á A1 B2 mínus A2 B1. Sagði A1 B2 hérna mínus og mínus, það er plus A1 B2 og hann er þá þarna A1 B2 mínus A2 B1. Þannig að þessir eru konir. Merkjum þá verð ég að fá, ef þetta á að passa, B1 C2 mínus B2 C1 B1 C2 mínus B2 C1. Þetta er bara út. B1 C2 mínus B2 C1 búið. Þess að það er búin að, já, ég losna alltaf liði, þessi fóru. Þetta er sem sagt C cross A plus A cross B plus B cross C. Þetta er ákveðlega samhverf og fallið formúla. Það verður hérna þægileg minnisegla. Ég byrja í C og enda í C og C cross A cross B B cross C. Þá er líka spurning hvort að ég geti ekki reiknað þessa færslu AB cross, ekki plus, A cross á annan hátt, A C. Hvað er færsla frá A til B? Ég get skrifað það núna sem stöðuvíra OB mínus OA eða bara litla b mínus litla a. Aðtöðu það hvort að dreifiregla gangi upp. Þetta er b mínus a, vera mismunur. Cross og c mínus a. Nú ætlum ég bara að prófa að margvelda upp úr svígum eins og þetta sé venjulegt margveldunarmerki. Þetta eru náttúrulega tölur og þá fæ ég fyrst, tökum þennan, b cross c, b, tökum svo þennan næst, mínus b cross a og þá er það mínus a cross c og lokum a cross a, að það er 0. Ef ég ætla að reyna að mynda flatamál eða samsíðung úr einum og sama verinu þá náttúrulega gengur það ekki. A cross a spannar ekki samsíðung. Þannig að ég get nú hætt og svo vil ég nú hafa plúsa í öllum liðum. Og hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði á c cross a, tók fyrir því, en mínus a cross c er samkvæmt reglunu plus c cross a. Þetta er c cross a. Ég vil byrja á a og mínus b cross a er plus a cross b. Og það var bara þessi eftir. B cross c plus b cross c. Nú þyrfti ég strangt til tekið að gera
þetta saman fyrir þessa 3. En þessi hérna seinnaferðin mikið fljótari. Það er kannski bara ágætisæfing að sýna að jafnaðarmerkið haldi. Við verðum nú samt að taka til dæmis þennan. Athuga hvort að þetta sé ekki. Og athuga hvort að þessi sé ekki örugglega. Þessi hérna þægilega summa. BC kross BA. Svo það. Færslan frá B til C kross færslan frá B til A. Það segja, nú erum við að taka þennan og þennan og sjá hvort að þetta gefur tjöflega sama. BC, BA. Nú skrifum við færsluna frá B til C sem litla c mínus B. Kross litla a mínus b. Nú erum við fljótar að margölda upp á svigum. Þetta verður c kross a mínus c kross b mínus b kross a og síðast er b kross b sem er 0. Og hérna höfum við þá c kross a sný næsta við, taka þennan andan, pluss a kross b og þennan næst, pluss b kross c. Og þetta er sama, c a, a b, b c. Þannig að þetta er sannlega formúlan sem við einbeitt okkur að. Við höfum að hugsa þessa. c a, a b, b c. Og nú má ég til með að veltaði fyrir mig hvort það sé eitthvað sérstakt við þrýtning. Hvað ef þetta væru 4 punktar? Hvað ef þetta væru svona við undirleikindar og hérna kannski P1, P2, P3, P4 og ég vil mynda, þetta er bara ferhyrningur. Þetta er ekki trapísa, þetta er ekki samsíðungur. Get ég hreinlega reiknað þetta svona? Það segja að stöðuvegur P1 sé litla p og P2, P3, P4 og ég þarf að enda hér. Þannig að ég svona spjalla mig í gegnum þetta. Sko, ég get myndað þennan og svo get ég næst búið til þetta flatarmál og svo næst þetta og svo þarf ég að draga þetta frá. Þetta er nákvæmlega sama hugmynd. Þannig að ég get reiknað heildarflatarmálið ef ég fer í þessa átt sem litla p1 kross litla p2. Svo held ég áfram P2 kross P3 pluss P3 kross P4 og ég verð að enda á þeim sem ég byrjaði pluss P4 kross P5. Aha. Það er fínt á svona reglu. Læt nefnilega bara P fyrsta að vera sama og P síðasta. Og þá get ég sko skrifað þetta upp svona. Þetta er PK kross PK pluss 1. K hleypur frá 1 upp í hvað það margir liðir 1, 2, 3, 4 upp í 4 og svo náttúrulega er ekkert sérstakt við 4. Við höfum þá að flatarmál n hyrnings og enn sem komið er þá séum við hans í kúftur
aðeins í kúftur því að við tökum punkt einhver staðar inn í honum, þá komumst við með beinu striki hvaða annan punkt sem inn í honum er. En það er samt eiginlega alveg augljóst þegar maður hugsar það á smástund að þessi formúla, hún sópar burt, hún tekur burt flatarmál sem maður vill ekki ef hann uppfyllir ekki þau eiginleikar af kúftur. Sjáum það, fyrir náttúrulega kannski strangt tekið að sýna það, að ef við fáum eitthvað svona fyrirbæri, að það verður að vera lokað, að þessari formúlur eru alveg saman. Segjum við byrjum að miða allt héðan og kannski ættu að taka bara einfaldara tilvik til að byrja með. Kannski ættu bara að hafa æfingar. Við getum aðeins litið á það samt. Einn, hérna, svo kemur kannski einn hér og svona er þetta nokkuð voða. Það er komin hérna. Og stjörnusvæði kannski. Þetta er ekki kúpt svæði af því að við setjum punkt hérna, þá kemst ég ekki þennan nema að fara út fyrir. Svona sko, vendi ég út fyrir. En ef við vendum elta, út í þennan og þennan, svona, svo myndum við næst búa til þennan, þríhyrning og þennan. Allt í lagi. Þá ræðum bara vel við það. Svo tökum við þennan og svo sópum við þessum frá. Eða bara plús þessi og þessi. Allt í lagi. Hvað þá þetta gengur allt upp. Það var ekki kúftu þessi. Hvað þá eitthvað sem lítur svona. Hérna er einhver viðmiðunarpunktur sem greinilega er hægt að skipta máli. En allt í lagi. Hérna er punkt, hérna er punkt og hérna er punkt og segjum bara hérna. Þetta svæði. Förum við þannig aðeins lengra inn. Svona. Og ræðum við svona svæði. Skulum bara aðeins spjalla hvað gegnum það. Ef við að byrja á þessum sem þetta er punktur númer 1. Og þessi er bara númer 1. Þessi er númer 2. Þessi er númer 3. Sleppir skrapin. Þessi er númer 4. Og 1 er jafnt og 5. Þá myndum við fyrst taka þetta og síðan þennan. Þetta er mínussvæði. Þetta er neikvætt flatarmál. Þetta er leið. Þá tökum við næst þennan og þennan. Það er að segja þennan hér og þennan hér. Hvað fáum við þá? Þetta var mínussvæði. Nú fáum við kannski mínussvæði að vera grænt. Þetta var sem sagt mál með formerki, það er að skrifa mínus og þessi guli hann verður plús. Þannig hvað er eftir? Það er bara þetta hérna. Þau eru búin að taka 2 liði. Allt í lagi. Þá tökum við næst þennan og þennan. Fáum við náttúrulega allt þetta hérna. Þannig við erum komið með þetta og við erum komið með þetta. Og þá erum við að taka að lokum. Hvernig áttu við eftir? Áttu við eftir að fara hérðan og hingað. Það er að segja þennan og þennan. Það er þess að það verður mínussvæði. En það strókar það út. Jú, það strókar út. Við vorum sko, áður en við tókum þennan síðasta legg, þá vorum allt þetta hér og svo fengum við strókleður, tókum þetta hérna og þá er bara þetta hérna svæði eftir. Var það ekki það sem við vildum? Það er þú bara að fá frá. Þetta tökum núna þessi hjálpar inn í burtu. Jú, þetta passar. Þannig að þetta verður sama. Þannig að flatarmál n hyrnings, þar að segja, við höfum þá n punkta, getum við þá ekki bara hreinlega nota punktana beint.
en hittnings með punkta ef þessi P1. Reynda svolítið gaman að byrja að telja í 0. Við skulum bara gera þetta svona fyrst. P1 með punkta P2, allir leið upp í Pn, þannig að minnstu kosti, þetta eru punktarnir. Þannig að ef við tökum getum okkur að þið fara alltaf, snúa alltaf svo. Það er alveg á hreinu hvaða punktur kemur eftir hverjum. Það er skilgreindur röðuð. Og það verður þá svona summa. Við fáum, við byrjum að tella í einum, upp í n. Og hérna höfum við þá bara pk kross pk pluss 1. Og ef að við ætlum að reikna flatarmálið, við erum með ákveðuna, þá er alltaf að reikna tvöfalt flatarmál, þannig að ég þarf alltaf að deila með 2 í lokin. Og ef þetta voru flatarmál, þá tek ég tölugildi hér. Það verður þá að vera þessi tala. Ég má ekki taka tölugildið innan í. Ég verði að fá plúsana og mínusana, sem við sáum hérna áðan, til þess að stróka rétt út. En þetta verður þá að vera formúlan. Svona. Og hér höfum við sem sagt að fyrsti punktur er fyrsti punktur er sami og svo síðasti. Sko við setjum n inn, hér síðast þá fáum við hérna númeringu n pluss 1. Þetta er einn og sami punkturinn, því að greinilega á þetta bara við það svæði sem við getum lokað af með punktunum. Þannig þetta er hægri hliðin og það er spurning að tákna einhvern veginn á þægilegan hátt flatarmál n-hittnings. Og ekki segja bara S fyrir sænd á ensku. Area, 8 flatarmál. Hvernig maður tákna þetta kannski. Það var eiginlega lengur að tákna þetta, hættum að skrifa bara formúlar. Þetta voru vigrarjón. Og hérna höfum við kannski P. Það skýrum hann bara eitthvað. Hann heiti bara einhverju fínu nafni. Svo heldur ég jafnaðarmerki áfram þarna fyrir neðan. 8 flatarmál n-hittnings. Svo settum við tölugildi. Þannig að við getum tekið þetta burt bara. Flatarmál, area, let, dönsk. Og þá verðum við að prófa dæmi. Ég ætla að gera þetta reyndar aðeins öðruvísi. Sko, ég ætla að taka þetta reynu allt í lagi. Hérna er fylki. Hérna er A1, A2, hérna er B1 og B2. Og ef ég reikna ákveðuna, þá fæ ég A1, B2 mínus A2, B1. En ef ég bylti fylkinu, það er að segja, speklaði ég einnota línuna eða lít svo á að sérhver. Þess að lína nummer 1 verði dálkur nummer 1 og lína nummer 2 verði dálkur nummer 2. Víksla þess að á línum og dálkunum. Hvað fæ ég þá? Prófum það. A1, A2, B1, B2. Bylti fylkinu. Og það er að segja, ég ætla að gera þetta í þessari röð. Fyrst að bylta, svo að taka ákveðu. Þá er þetta A1 og A2. Það komið sér lína. Og svo erum við þá B1 og B2. Breytir það máli hvort ég sem sagt raða verunum A og B upp sem línum eða dálkum. Og ætla að reikna út. Þetta er kross mínus kross. Ég fæ A1 B2 mínus B1 A2. Nei, það greinilega skiptir engu máli. Þetta er það sama. Og þess vegna getur verið þægilegt að ef við komum með töluvert af punktum. Segjum að þeir hafa alveg sama útlit og stöðvigrarnir. Þannig við skulum segja að við segjum bara hérna með nokkra punkta. Þennan og þennan.
ekki prófa hann áður og svo þurfum við að tengja rétt þessi sína röðina. Ég ætla til dæmis bara að byrja á þessum, punktur 1, punktur 2, punktur 3 og punktur 4 og sko, í staðinn fyrir, af því það er eiginlega bara þægilegt, í staðinn fyrir að raða þessu lóðrétt ef við ekki einhvern veginn að gera það sem að tölvurnar biðja. Setjum punktana bara svona. Punktur 1, látum x og y núna. Við setjum líðans upp svona, x1 í 1 og svo röðum við þessu bara renning og svo næsti. Liðir þessa, það væri x2 í 2 og svo liðir þessa, x3 og y3 og svo fjórði, x4 í 4 og svo 50. Þannig er náttúrulega x1, við skulum bara setja hann. Þegar við erum að forrita að fá fullt af punktum að muna að setja þennan neðst á. Og hvernig getum við reiknað? Þá er kannski bara þægilegt að segja þessi sinnum, þessi mínus svona norð, sko, þetta hérna strik stendur fyrir mínustölu margfeldi og þetta hérna er plús. Og svo gangum við bara röðina. Svo getum við sagt þessi sinnum, þessi x2 sinnum í 3 mínus x3 í 2 og svo x3 í 4 mínus x4 í 3 og svo erum komin að loka x4 í 1 og x1 í 4. Þetta er naglaformúlan sem er kölluð Shoelace-formúla. Við táknum hana bara svona, þá höfum við reiknað flatana. Ef að prófa að setja inn tölur. Kannski er þetta, já, það má eiginlega ekki til að marka allt og mikið þessa mynd. Segjum bara að þetta sé eitthvað svona 4-1, 4-1 kannski. Punkturinn 4-1. Og þetta er þá 5, segjum 5-3 og þessi gæti þá verið 2-4, segjum 4 og þessi kannski mínus 1, 2. Mínus 1, 2 og við röðum þeim þá upp, látum þennan vera fyrstan, það er þá 5, 3, 5, 3, næsti, 2, 4, næsti, mínus 1, 2, síðasti, 4, 1 og tökum það fyrsta og til þess að loka hringnum, hann var 5, 3, 5, 3 og nú ekki bara leggja allt það jákvæða saman fyrst. Þessi og svo þessi, þetta er allt plúsar. Og þetta myndi þá gefa 5 x 4 er 20 og setja svona á milli. Það næsti var 10 x 2 er 4 og hérna á milli mínus 1 og þess 4, 12 á milli. Og svo skulum við taka þennan, heldum að forma reima, þennan og þennan. Það er þá mínustölur og hér fáum við þá 2 x 3 er 6, það er 6 og mínus 1 sinnum 4 er mínus 4. 2 x 4 er 4 sinnum 2 er 8 og síðasta er 5 sinnum 1 sem eru 5 og þá getum við bara reiknað hér. Já, kannski þægilegast taka bara mismuninn einhvern veginn fyrst. 20 mínus 6, það er 14, svo fáum við 8, svo fáum við mínus 9, 12 mínus 5, það er 7
Hérna fáum við -1, tökum hann af 7 eða 6, þetta verður þá 20.